síðustar særunar fjallar Sæunni og Trausta sem eru stödd á einhvers konar stofnun eða heimili. Og það bjátar ekkert á í þeirra lífi annað en að tíminn hefur liðið og þau eru að takast á við mjög svo sérkennilega breytingar sem eru að verða á högum þeirra og manninum. Þetta er bara búið að vera mjög gefandi og spennandi. Þurfa að takast á við hluti sem að koma allt í einu upp. En svo er þetta búið skemmtilegt, náttúrulega. Eins og bara góð leikrit eiga að vera. Já, og lífið. Já. Sko, síðustu dagar Sæunnar er leikrit og það er mjög fyndið leikrit. Það er í rauninni miklu fyndnara en margar af þessum stóru grínsýningum sem færi til dæmis á stóra sviðið. En það sem áhorfendur fá í kaupbæti hér, alveg bara bónus, er að þessi sýning er líka mjög þunglindisleg. Sorgleg. En það er ekkert morð í þessu, sko. En, já, það er þetta óminni sem er sérkennilegt að takast á við, myndir ekki segja það? Jú, ég hef aldrei leikið svona hlutverk áður. Nei. Og þetta hefur verið mjög lærdómsríkt, maður getur sagt það, að hugsa sig inn í þennan veruleika. Og dálítið merkilegt að svona ungur maður skyldi skrifa þetta verk. Já, mjög þroskað verk. Þóttu að fæst okkar viðurkenna það kannski þá langar okkur öllum að vera jarðsungin í Hallgrímskirkju.